Í dag liðinn réttur mánuður frá því ríkið tók yfir stærstan hluta Glitnis og við tóku mestu efnahagsþrengingar íslenska lýðveldisins. Já, hver myndi ekki vilja færa tímann aftur svona rétt rúmar 4 vikur? Þá voru hér 3 bankar, 100 milljarða hafði þá ekki tapast og heldur ekki að mörg 100 manns hafðu mist vinnuna. Og Ísland, já, orðspor þess var ágætt í útlöndum, en þann 27. september þá voru sjónvarpsmenn fyrir tilviljun staddir hér fyrir utan stjórnarráðið og á laugardegi sjá þeir 3 seðlabankastjóra ganga hér neðan úr stjórnarráðinu og fara svo og hraða sér á brott saman í einum bíl. En nú voru hérna allir seðlabankastjórarnir 3 hjá þér á fundi, það ekki óvenjulegt? Nei, það ekki óvenjulegt, það gerist miklu oftar heldur en þið haldið nefnilega. Síðar kom í ljós að nokkrum dögum fyrir höfðu forsvarsmenn Glitnis skýrt stöðu bankans og leitað eftir láni frá seðlabankanum. Daginn eftir á sunnudeginum héldu fundir áfram og þá komu seðlabankastjórarnir til fundar við ráðherra í fjármálaráðuneytinu, en ekkert óvenjulegt, sagði forsætisráðherra. Já, ég myndi nú ekki lesa neitt sérstakt í það. Á sunnudagskvöldinu var svo allt vitlaust. Ráðherrar og fulltrúar stjórnmálaflokka voru kallaðir til næturfunda í Seðlabanka. Funda var í höfuðstöðvum Glitnis nóttina og fólk laumaði sér úr glæsibifreiðum inn í húsið. Hjá Stoðum í Síðumúla var líka fundað framundur morgun og kom stjórnarformaðurinn þangað 5-leytið. Á mánudagsmótunum daginn eftir var tilkynnt að ríkið myndi kaupa 3/4 í Glitni og að Stoðir færi í greiðslustöðvun. Það þannig að þetta fólk eftir aðgerðir ríkisstjórnarinnar með banka sem rekinn. Ef að þessi aðgerð hefði ekki komið til þá væru hlutabréfin 0. Stuttu síðar urðu hlutabréfin reyndar 0. Það sama kvöld var fundað stíft í höfuðstöðvum Landsbankans og forkólfar hans funduðu með forsætisráðherra. Helgina eftir var svo fundað stíft í ráðherrabústaðnum og allt á huldum niðurstöðu sem ekki var ljós fyrir á mánudag. Alþingi setti þá neyðarlög og forsætisráðherra ávarpaði þjóðina. Daginn eftir tók ríkið yfir Landsbankann og eignarhaldsfélag Björgólfsferga Samson óskaði eftir greiðslustöðvun. Að morgni 8. október fullyrti fjármálaráðherra Bretlands Alistair Darling að Íslendingar ætluðu ekki að standa við skuldbindingar sínar gagnvart innistæðu eigendum Icesave í Bretlandi. Sama dag voru eignir Landsbankans í Bretlandi frystar og kaupþing Singer og Friedlander var sett í greiðslustöðvun. Hryðjuverkalög höfðu verið sett á íslensk fyrirtæki í Bretlandi. I think it was the right thing to have to do in the circumstances. We also are worried about money that has been transferred out of London to Iceland a few days ago, and I think it's important to recognise that that is something that we're looking at as well. This is, as you say, a very unusual situation where a country has effectively defaulted. Aðfaranótt 9. október var ljóst að stærsti banki landsins, Kaupþing, var líka komin í þrot og ríkið tók hann yfir. Óskað var eftir láni frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum þann 24. október og mesta efnahagskreppa Íslandssögunnar var skollin á.